Næst komið að erindi Ölmu D. Möller, landlæknis, hvers vegna lýðheilsuvísar. Ég hef nú ákveðið að segja ykkur svolítið frá hverjum fyrirlesara og það mjög ánægilegt finnst mér að kynna hér fyrstu konuna sem gegnir starfi landlæknis með þessa embættis í 258 ára sögu þess, þannig að það var nú aldrei svolítið tímabært. Alma með sérfræði viðurkenningu í svæfingu og gjörgæslulækningum sem og í heilbrigðisstjórnun, auk doktorsgráðu í svæfinga- og gjörgæslulækningum og meistarapróf í stjórnun og lýðheilsu og svo leggur hún stundanám í opinberri stjórnsýslu. Þú eru bráðum komið með 5 háskólagráður, heyrist mér. Hún var frá árinu 2014 framkvæmdastjóri aðgerðasviðs Landspítala, auk þess að hafa verið árabil yfirlæknir á svæfinga- og gjörgæsludeildum spítalans og starfaði í ríflega áratug við háskólasjúkrahúsið í Lundi í Svíþjóð og gegndi þar meðal annars stjórnunarstöðum. Gjörðu svo vel, Alma. Fundarstjóri, bæjarstjóri, ég vil byrja á því að þakka fyrir þessa fallegu kynningu og mikið nú gaman að vera hérna með ykkur í dag á þessum fallega degi og ég bæði samgleðst og öfundi ykkur af veðrinu en ég veit þið eigið það skilið og það búið að vera góður morgun. Við byrjuðum á heilsugæslunni og fengum að skoða þetta fallega hjúkrunarheimili sem ég óska ykkur til hamingju með. En við ætlum að ræða í dag lýðheilsuvísa og ég hugsa að bæjarstjóri verði orðinn sérfræðingur áður en dagurinn liðinn. En ég á að byrja aðeins að segja ykkur frá hvað lýðheilsuvísar eru og af hverju við erum að mæla þá. En lýðheilsuvísar eru mælikvarðar sem gefa vísbendingar heilsu og líðan þjóðarinnar og hvaða þættir hafa áhrif þar á. Og við höfum verið ágætlega dugleg við að bera okkur saman við önnur lönd en kannski sjaldnar saman svæði á Íslandi. Og við vitum sífellt meir það að það svæðisbundin munur á heilsu og það ekki bara hér heldur allan heim. Sem dæmi þá má nefna að í Bandaríkjunum í Washington þar lestarlína sem gengur og með hverri stoppistöð þá lækkar lifitími fólks og það fer þá þetta eftir ýmsum menntun og þjóðfélagslegri stöðu. Þannig að þetta skiptir virkilega máli og við þurfum að fylgjast betur með og í landi sem við berum okkur gjarnan saman við eins og Finnlandi, þar getur munað alltaf 20 árum í ævilengd eftir því í hvaða stétt og stöðu þú ert. Þannig að þetta ótrúlega mikilvægt. Nú, val á lýðheilsuvísum að þarf að vanda sig mjög og það liggur mikil vinna og mikil hugsun að baki því hvaða vísar eru valdir. Því að þetta þurfa auðvitað að vera hlutir sem eitthvað hægt að bregðast við og gera í. Þannig að hér verið að hugsa áhrifaþætti sem að fela í sér tækifæri til heilsueflingar og forvarna og líka þessa sjúkdómar sem við sjáum sífellt meira af, langvinnir sjúkdómar sem gera mikla kröfur til heilbrigðisþjónustunnar og þar sem við þurfum að vera miklu duglegri bæði að fyrirbyggja eins og bæjarstjóri nefndi og að bregðast við snemma. Og hér að baki liggja plögg bæði innlend og erlend og mér langar aðeins í þessu sambandi að vitna í hann Albert Einstein að hann sagði að not everything that can be counted counts and not everything that counts can be counted. Þannig að það mikil kúnst að velja hvað við ætlum að mæla. En þessi mynd sýnir það sem við köllum áhrifaþætti heilbrigðis og hér í innsta hring það sem að við stýrum sjálf sem einstaklingar. Við vitum að hreyfing gríðarlega mikilvæg og ég held mikilvægari heldur við höfum gert okkur grein fyrir, hefur áhrif á tilurð fjölda sjúkdóma. Ef þú hreyfir ekki, næring, við vitum mikið tóbaksnotkun, áfengisneysla þarf að vera mjög hæfileg, við þurfum að sofa vel og við þurfum að rækta geðið og sambönd og slíkt. Síðan það félagstengslin
og síðan allar aðstæður í lífi, leik og starfi og hér talið upp eins og íþrótta- og tómstundastarf, svona grunnhlutir eins og vatn, húsnæði, heilbrigðisþjónusta, atvinna, skipulag og samgöngur og svo framvegis. Og þetta vitum við sífellt meira og svo það hérna ysti hringur, það félags-, efnahags- og menningarlegar aðstæður. Þannig að heilsa ekki bara mál heilbrigðiskerfis og heilbrigðisráðherra, þetta málefni allra ráðuneyta og okkar allra. Og hér, því til sönnunar að þá hér mynd sem sýnir þætti sem hafa áhrif á lífslíkur og þá heilbrigðiskerfi hérna þetta græna, það vegur 20%, ekki meira en það. Stærsti hérna órans eru lifnaðarhættir, þetta með hreyfingu, mataræði og svo framvegis. Gula 30% eru félags- og efnahagslegi þættir og síðan eru 10% umhverfisþættir og auðvitað lítur svona kaka út mismunandi í mismunandi þjóðfélögum. Nú þekkið þetta? Rétt upp hönd. Já, ekki allir, en þetta bara tiltölulega nýbúið að kynna þetta. Þetta eru heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna og alþjóða heilbrigðismálastofnunanna. Þetta stefna og verkáætlun fram til ársins 2030 og ætlað því að gera mannkyninu betur kleift að lifa hér á jörðinni. Þetta snýr að fólkinu og umhverfinu. Og af öllum þessum markmiðum, þau eru 17, þá kannski tvennt það mikilvægasta. Það að útrýma fátækt í heiminum. Við vitum að jöfnuður hefur góð áhrif á heilsu og það að vinna gegn loftslagsbreytingum sem eru ein stærsta heilsuvá þessarar aldar. Þau mun hafa ótrúlega víðtæk áhrif. Og þetta vistað hjá forsætisráðuneytinu. Maður byrjaði að kynna þetta núna í mars og ég ætla að vísa ykkur á heimasíðu stjórnarráðsins. Ef þið bara googlið heimsmarkmiðin þá komið inn á frábært kynningarefni, frétt með Loga Bergmann þar sem hann segir fréttir úr framtíðinni og svo framvegis. Og hérna ráðuneytið búið að gera samning við okkur hjá embætti landlæknis að vefa þetta inn í heilsueflandi samfélag og þetta tengist allt. Og ef við förum bara stutt í gegnum markmiðin þá þarna númer 1, það að útrýma fátækt, númer 2 að ekkert hungur, númer 3 heilsa og vellíðan og á þessari mynd höfum við sett það í miðju því að það tengist öllum hinum. 4 menntun fyrir alla, 5 jafnrétti kynjanna og þessu tvennu tengt á heimsvísu þá menntun mæðra eitt af mikilvægasta sem við getum gert fyrir lýðheilsu. Hérna 6 það að tryggja heilnæmt drykkjarvatn, 7 þetta sé svo illa, það að stuðla að heilbrigðara lífi með því að tryggja endurnýjanlega orku. Hér atvinna, nýsköpun, aukin jöfnuður, það eru skólarnir, það að sporna gegn sýklalyfjaónæmi, þetta margt sem að tengist okkur öllum. Hér eru loftslagsbreytingarnar, líf í vatni, líf á landi, friður og síðan samvinna. Þannig að þetta allt mjög göfug markmið og tengjast eins og ég sagði heilsueflandi samfélagi. Nú, hvers vegna við að birta og safna lýðheilsuvísum eftir heilbrigðisumdæmum? Og það einmitt út af þessu að heilbrigðisumdæmin eru svo mikill vettvangur og sveitarfélögin fyrir heilsueflingu og heilbrigðisþjónustu eins og bæjarstjóri kom inn á og við viljum auðvelda þeim að greina stöðu á hverju svæði, finna styrkleika og veikleika og skilja betur þarfir íbúanna eins og sagt var hér áðan til að verða betri því að marka stefnu, finna hvar skóginn kreppir þannig að við beinum björgum, hvort sem það eru fjármunir eða mannafli eða annað á rétta staði.
Og heilsueflandi samfélag þetta lykilatriði í því að efla lýðheilsu og að breiðast út. Við erum komin yfir 80% íbúa landsins sem búa í heilsueflandi samfélagi og í rauninni komið fram úr okkar markmiðum. Þetta gengur vel og það eru 21 sveitafélag sem eru komin inn í þetta og 5 í undirbúningi og mjög skemmtilegt og þakklátt verkefni sem gaman að vinna að. Og gögnin í þessa lýðheilsuvísa sem verða kynntir á eftir, þau koma mjög víða að, en embættið heldur margs konar skrár sem þarna eru taldar upp. Fæðingaskrá, dánarmeinaskrá, krabbameinsskrá, við erum með lyfjagagnagrunn, við erum með vistunarskrá sjúkrahúsa þar sem allar innlagnir eru skráðar, við erum með samskiptaskrá heilsugæslu, þar sem skráðar eru allar komur og það sem gert færni og heilsumat fyrir aldraða og bólusetningaskrá. Og síðan koma gögn víðar að úr könnunum og frá Hagstofu og sjúkratryggingum. Ég að verða búin, sko. Þannig að lýðheilsuvísarnir, við teljum að þeir geri ótvírætt gagn og ekki síst að þeir hvetja til umræðu í héraði og leiða til þá verkefna sem að þið vinnið í ykkar heimabyggð. Þið þekkið ykkar svæði best og eru best til þess fallin. Þannig að ég á ekki að segja hér meira en ætla að gefa orðið Dóru Guðrúnu Guðmundsdóttur frá embætti landlæknis sem ætlar að kynna ykkur þá vísa sem að lúta að lifnaðarháttum.